Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmiðið með þessa þáttum er að ég get hjálpa þér í gegnum daginn hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða út í hreyfingu. Til dæmis úti að labba, úti að hlaupa eða úti að hjóla. En aðalmarkmiðið er að þér líður vel og þú sért ánægður þar sem þú ert núna. Að þér líður ekki illa og að þér finnst þú vera einskis virði. Það er ekki satt. Allir eru mismunandi. Mitt markmið með þessum þáttum er að hjálpa þér, eins og ég sagði, í gegnum daginn. Líka að þú getur náð í mig hvenær sem þú vilt og tala við mig hvað er ángraði og að ég ná til þín á meðan þú ert að hlusta á þættina mína. Þá líður mér vel eða þér líður vel. En við skulum ekki tafa þetta lengra og við skulum skella okkur í þátt dagsins. Komið sæl og velkomin í þátt dagsins. Í dag ætlum við að tala hvað er góður félagsskapur. Nú, ég ætla að segja ykkur það. Góður félagsskapur er það ef þú átt kærasta eða kærustu, fjölskyldaðinn, þjálfaraðinn, vinir, ókunnugt fólk. Það skiptir ekki máli. Bara einhver manneskja sem stendur við baki á þér. Manneskja sem er þarna til staðar fyrir þig þegar þú þarft á því mestu að halda. Fyrir mér góður félagsskapur er það að skiptir máli að fólk í kringu þig sé jákvætt í kringu þig, standa við baki á þér, eru þarna fyrir þig. Fyrir mig þá er góður félagsskapur manneskja sem lætur mig brosa, hlæja, líða betur með sjálfum mér og er ekki með neikvæðar hugsanir. Góður félagsskapur snýst líka gott umhverfi. Gott umhverfi snýst líka sjálfa þig. Hlutir sem skipta mestu máli, það er náttúrulega gott umhverfi, félagsskapur. Staðar sem þér líður best, líður vel og verið í kringum fólk sem þú getur treyst á hvort þessu góðu dagar eða slæmi dagar. Að þjálfari sé á staðnum fyrir þeim. Þetta snýst líka góðan félagsskap í keppnum, æfingum, æfingaferðum, keppnisferðum, bara eitthvað sem hefur góð áhrif á þig og þína þarfir. Fyrir 2 árum þá ákvað ég að skipta félag. Mér leið ekki vel í þeim umhverfi sem ég var í og það snerist bæði að þjálfarinn var ekki til staðar fyrir mig og að iðkandi var að rakka mann niður, eins og að segja manneskja sem betri en allir aðrir og getur meira en allir aðrir, en það var bara vondur félagsskapur frekar, myndi ég orða það þannig. Vont umhverfi, fólk í kringum var ekki að
tala falla til þín eða að hvetja þig áfram, sem var til þess að ég skipti félag. Ég fór í æfingarferð til Tenerife fyrir 2 árum og hafði skemmt mig vel þar. Hélt að ég var í góðu félagskapi og í góðu umhverfi, en svo var ekki. Þannig mál vexti að ég var þarna í æfingabúðum út á Tenerife með gamla liðinu mínu og eins og ég sagði, þá hélt ég að vera í góðu umhverfi og góðu félagskapi, en svo kom ég ljósa að það var ekkert satt. Það var það tilfelli að það var ákveð að halda fundi á kvöldin. Svona eins og myndum segja svona peppfundi. Og þetta var alveg þannig að þú varst tekið til hliðar. Afsakið, ég ætla ekki að gespa. Þú varst tekið til hliðar og það var tekið svona enga viðtöl við þig. Og ég var spurður hvernig mér finnst þann úti. Ég sagði bara mjög gaman, fínt. Og hvort mér gengur vel. Og ég sagði já. Og þetta taka fram að það voru þjálfarar sem tóku mann í einkaviðtal eða persónuviðtal. Og ég var tekinn til hliðar eins og ég sagði, og svo bara upp á þurru þá segir þjálfarinn að ég væri metnaðarlaus. Væri ekki að sinna mínum þörfum á æfingum og að ég þyrfti að vera meiri skipulagari. Ok, það er kannski góð punktur að vera meiri skipulagari, en að vera kallað metnaðarlaus er dálítið sárt. Og það er eitthvað sem ég bara höndlaði bara ekki það nógu vel og þurfti að heyra þetta í æfingabúðum. Og þetta snerist að ég hef ekki verið að mæta á æfingar fram að æfingabúðunum, sem er alveg rétt. Ég var aðalega að einbeita mér á skólanum. Ég er náttúrulega náttúrulega að læra íþróttafræði og ég þurfti að læra mikið og þarf enn samt og ég mætti ekki nógu vel á æfingar, skal viðurkenna það, en það er kannski ekki það sem við þurfum að heyra, að þú sett metnaðarlaus. Þetta orð er voða sterkt og voða niðurbrjótanlegt. Að heyra þetta í æfingabúðum, að þú sett metnaðarlaus, að þú sett metnaðarlaus. Þú hefur engin metnað að vera í íþróttinni, sem var ekki satt. Ég kannski sleppti nokkrum æfingum að það var kannski eitthvað mikilvægt í skólanum. En það þarf ekki að bitna á mér að ég sé metnaðarlaus. Ég bara er að gera mitt besta í bæði á æfingum og í skóla, en þetta situr ennþá í mér, þetta orð og hvernig þjálfarinn sagði þetta. Hann er ekki meint þetta illa, en veist, það er ekki sama hvernig maður tekur þessu orði, metnaðarlaus. Þú ert metnaðarlaus.
og hef engan metna að mæta á æfingar og eitthvað. Og þetta var alltaf niður brotalegt fyrir mig að því ég er að reyna mitt besta og þetta er eitthvað sem ég þarf ekki að heyra á þessu tímapunkti. Og það var ekki eina ástæðan okkur ég hætti í félaginu. Það var líka út af því að þjálfarinn var ekki að sinna mér og samiðkendunni voru ekki mikið að tala við mann eða sína áhuga á hvað maður er að gera. Frekar rakka maður niður og þess vegna ákveði að skipta félag. Af því að ég þurfti að vera kannski að vera í betra umhverfi og að betra félagskap. Og ég hafði kannski bara átt að skipta félag bara strax og mér hefur byrjað að líða illa. En það var kannski gallað mér að reyna að þrauka þetta út í 3 ár og reyna að sjá einhverja breytingar. En með þessu þá var ég frekar að brjóta mig meira niður með því að vera áfram í þessu félagi. Það var ekkert af félaginu. Félagi gerði ekki neitt rangt, það var bara þjálfarar og sammeðskjöndur sem þýddi að mér leið bara það illa að ég bara stundum ákvaði að ég vil ekki fara á æfingu. En ég ákvaði að skipta félag eins og ég er búinn að segja fyrir 2 árum og mér var aldrei liðið eins vel í þeim umhverfi sem ég er núna í. Það sem er kannski betra núna er það að við á vinið þarna. Þjálfarinn hefur áhuga á því sem ég er að gera, tekur eftir hvað ég er að gera á æfingum og er að reyna að gera mann jákvæðan. Og mér líður miklu betur, ég brosa meira núna, ég hlæ af bröndunum sem er sagt á æfingum og keppnum. Mér líður vel í þessu félagi. Ég er í góðu umhverfi, ég er í góðu félagskapi og ég sé bara eftir að ekki gert þetta fyrr. Það er kannski minn vandamál að hafa ekki gert þetta fyrr en þetta er búið og gert og ég er komin í betra félag núna og gott félagskap og gott umhverfi og mér líður vel í þessu umhverfi. Þarna er fólk sem styður baki að þér og þegar líður illa og hugsa nei ég ætla ekki á æfingudag, þá eru þessi félagar í þessu félagi, viniðinir og þjálfari, að segja jú, komdu á æfingu, þið líður kannski betur. Og þú hugsar, ég veit ekki hvort ég að gera. En svo hugsaðu, okkur gera maður það ekki bara. Maður fer á æfingu og satt að segja þá líður þið betur eftir að þú farið á æfingu. Og ég get ekki sé eftir þessu öllu. Ég er meiri jákvæður í dag, ég er meiri metnaður í dag. Ég er ekki metnaðlaus í dag, ég er ekki metnaðlaus og ég hef metnað í minni íþrótt og ég geri á mínu hraða eins og ég þarf. Ég er náttúrulega ennþá í skóla í dag en þetta er miklu betur en það sem maður var áður í.
Og ef þú ert einhver sem stattur þar sem þú ert núna, þið líður illa í því félagi sem þú ert í, skipt þá félag. Bara gera það eins strax og þú getur, bara einmitt núna. Þú átt ekki að láta þig þjást. Þú átt ekki að líða illa þess að þú ert núna. Þú átt bara að vera í betra umhverfi, í betri félagskap og þú átt bara, ef þið líður bara illa eins og ég sagði, skiptu strax félag. Ekki reyna að þrauka það út. Þú græðir ekkert á því. Og góður félagskapur er það að þú ert sáttur þar sem þú ert núna, þig líður vel og þú getur brosað, þú getur glaðst, þú getur hlegið með vinuðinum og þjálfurum. Ekki gera svo ég, ekki bíða, ekki líða illa, því að það sem ég var áður, ég talaði ekki við neitt, enginn talaði við mig, það sýndi mér enginn áhuga, það var enginn að hvetja mann áfram. Þetta er vondur félagskapur og vondur félagskapur er það manneskja sem talaði niður, manneskja sem styður ekki við bakjaður, manneskja sem rakkaði meira niður, manneskja sem er neikvæð og lætur það bitna á þér að þeim líður illa. Þetta er bara alveg svo einelti. Þú ert lagður einelti daginn inn og daginn út fyrir eitthvað sem þú gerir ekki af þér. Þetta fólk líður bara illa af því að það er ekki að þeim eru ekki að sama stað þú ert núna. Og það er kannski að þið sjá kannski eftir hvernig komum fram við þig. En sannleikurinn er sá að þið sjá ekki eftir neinu. Þið halda áfram að skipta sér öllu, niðurlæga þig, lætur neikvæðina hjá þeim færast yfir á þig og þú fer að verða alveg svo þau. Leiðilegur, leggja fólki einelti, tala niður, tala aðra niður. Þetta er vondur félagskapur og vont umhverfi og vondur umhverfi meina ég. Það voru að setja orð, ég veit það, við getum bara sagt slæmt umhverfi. Því að þú átt ekki að láta það ná til þín að þú fara að líða illa. Það er frekar að þú skiptir félag og byrja bara upp á nýtt, eins og ég gerði. Því að þér muni þá líða betur og þannig að ég veit ég endur ekki þessi orð mörgum sinnum en þetta er kannski það sem þið þurfa að heyra. Og ef þú hugsar öðruvísi, jákvæðni, betra umhverfi, ný byrjun, ný upplifun, horfðu á hlutina með öðruvísi hátt, í öðruvísi lagi, öðruvísi umhverfi. Settu því fótspor þá sem líður illa og settu því svo í fótspor þeim sem líður vel. Hvort munt þú tilheyra þeim sem líður illa eða þeim sem líður vel? Ég myndi alltaf velja þá sem líður vel. En þú getur hjálpað þeim sem líður illa. Ég fór til dáleiðara. Skal viðurkenna það. Hún elskulega amma mín
ákvaði að senda mig í dálærslu fyrir 1 ári síðan eða 2 árum síðan. Og ég hugsaði, ég þarf ekki á þessu að halda. Ég þarf ekki dálæra, hvað dálæra að gera fyrir mig. En ég sagði ömmu mína, ok, ég ætla að prófa. Og ég get ekki verið þakklátur til ömmu minnar sem hjálpaði mig gegnum allt. Líka mamma mín og pabbi minn og systir mín og vinir og þjálfari, bara allir sem hafa góð áhrif á mann. Þetta fólk sem stendur baki á þér. En hvað með það? Ég fór til dálæran. Ég settist niður, taldi allt upp það sem ég vildi að kemur fram, eins og einelti og gamla félagið, gamli liðsfélagar, taldi allt upp það sem hefur haft áhrif að mína, geðheilsu og getu, líkamlega og andlega heilsu, og ég gerði allt sem dálæran sagði að gera. Og vitið menn, eftir tíman þá fór ég að horfa á hlutinni í öðruvísi í leið. Ég sá hlutina öðruvísi fyrir mér en það sem ég hef alltaf hugsað hlutina þannig og hort hlutina þannig sem að hafi hugsað. En að fara til dálæra og fá hjálp. Ég mæli mjög vel með því að fara til dálæra. Því að ef þú trúir því ekki þá geta dálærarnir hjálpa þér í gegnum hvað sem er. Það hjálpa mér að horfa á hlutina öðruvísi hátt. Ég á meiri jákvæðari, ég bara losa með allt sem var slæmt fyrir mig. Dálæran sagði ég að það finna mér griðarstað eða friðarstað sem í huganum mínum sem ég geti farið á þegar mér líður illa. Eða þarf að bara fá að vera einn mínu stund og að hlutirnir eru bara öðruvísi þegar þú horfir á þannig að þú ert að fá hjálp við það sem þú þarft að fá hjálp. Þetta hjálpar mikið af fólki að hafa griðarstað sem þú einn veist í þínum huga og þú getur farið á staðinn og hugsa þín mál og það sé engin annar að sem kemur þar inn nema þú sjálfur. Og dálæran sagði líka að ég ætti að ímynda mér eða búa til minn friðarstað og á þeim stað að það myndi persóna sem ég lít á sjálfa mig og er ég sjálfur og að þú getur talað við manneskjuna í huganum og sagt þín vandamál og þín mál og þetta bara hjálpaði rosa mikið. Svo góðu félagskapur er
allt þetta sem ég er búin að telja upp. Og ég veit að hlutinir gerast ekki á sjálfum sér nema að þú takir þeim ábyrgðum að koma þér á staðinn og að hlutinir gerast ekki nema að þú gerir hlutina og þú ákveður að þú viljir líða betur og að þú sért ekki einn í þessu málum og að þú hefur fólk sem getur stutt við baki á þér og hjálpa í gegnum hluti. Margt hefur getað gerst fyrir öll árin sem þú manst eftir. Bara ef þú horfir aftur á bak á alla hlutina sem þér á þeim stað sem þér leið illa og að þér leið illa og þú varst bara ekki á góðum stað og horfir svo á hlutina eins og í dag eða framtíðin að þú sért á betri stað núna og er betri félagskap og að þú ert betri manneskja núna en þú varst áður. Þú ert jákvæðari, þú átt góða vini, þú hlær, þú brosir, þú hlær, þú skemmtir með þínum félögum. Ekki láta neitt taka það af þér. Ekki láta neitt stjórna þínu lífi. Þú eitt stjórnar þínu lífi og þú eitt stjórnar líka hvernig þú fer með þitt líf. Það er engin annar sem sér þitt líf nema þú sjálfur og þú tekur sjálfur ákvarðanirnar með þitt eigið líf og þú stjórnar því sem þú vilt gera og þú hefur gaman af. Ekki láta neitt taka það af þér. Stattu upp og segðu: ég skal, ég get, ég vil. Og engin annar hefur stjórn á mér. Ég get, ég skal, ég vil og engin annar stjórna mínu lífi. Ég get, ég skal, ég vil, ég eitt stjórna mínu lífi. Notar þessi hjálpa orð. Þau hjálpa mér þá og enn í dag. Þau hjálpa þessi orð mér mjög mikið. Ég væri ekki á þessum stað eins og í dag nema ef ég hafði ekki góðan félagskap og góða vini. Bæði fjölskylda mín, vinir og þjálfarar hjálpa mér í gegnum allt. Hvað er það sem hjálpar þér? Svo ég held að þessi allt bara komið að sem ég ætla að segja í dag. Svo takk fyrir að hlusta á þáttinn og vonandi var þetta fræðilegt fyrir þig, jafn mikið eins og fyrir mig, og ég mun sjá þig í næsta þætti. Sjáumst þá. Bye bye. Takk fyrir að hlusta. Ég skemmti mig konunglega en þú. Og mér fannst það voða fræðilegt sem ég var að tala í þættinum í dag. Ég vona líka að hann hafi hjálpað þér í gegnum daginn á meðan varst að hlusta á hann. En ég ætla ekki að hafa lengra og ég mun sjá þig í næsta þætti.